lífrænt frá Englemar. Netto. Komið sæl og verið velkomin með okkur í sjónvarp Víkurfrétta. Við höldum áfram að leita að skemmtilegu mannlífi hér á Suðurnesjum og komum víða við í þessum þætti. Grindvíkingar eru bikarmeistari í körfuknattleik. Sjónvarp Víkurfrétta var á staðnum þegar bikarinn fór á loft. Það er leikur að læra og nemendur Keilis fara svo sannarlega út að leika í ævintýra leiðsögunáminu sem kennt er við skólan. Við kynntum okkur þetta nám. Hersveitir frá Noregi, Svíþjóð og Finnlandi eru nýfarnar frá Keflavík. Við kíktum í eldhúsið sem sáum að elda ofan í dátana. En við hefjum leikinn á þemadögum í Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Hér í Fjölbrautaskóla Suðurnesja fara fram árlegir þemadagar skólans. Þemað í ár er geðheilbrigði og þess vegna kallast þetta geðveikir dagar. Við töluðum við Kolbrúnu Marelsdóttur og Kristín Svein Kristinsson sem hafa staðið að undirbúningi síðan í haust. Hvernig hefur þetta gengið hingað til? Bara rosalega vel. Það er góð mæting og krakkarnir virðast vera glaðir og hamingjusamir á göngunum allavega. Er eitthvað sem við vakið svona mesta athygli eða svona ánægju til að byrja með? Nei, við sáum það samt að matarnámskeið þau eru greinilega rosalega vinsælt því það hrúast allir þar inn og það er mjög vinsælt. Svo var hún Sigga Dögg í fyrirlestrarsalnum með kafaðun í klám og það var tróðið, þurfti að ýta frá, þannig að svo virðist bara vera á öllum námskeiðum velmætt. Þannig að þetta er bara ganga vonum framar og svo náttúrulega fengum við eldri borgar í heimsókn og það er náttúrulega frábært að þau skulu gefa sér tíma að koma og sjá hvað erum að vera í unga fólkinu. Börnunum sjálfsagt í flestum tilfellum, já, þannig. Tengist þú skólanum á eitthvað nátt? Já, ég eiginlega var hérna eins og eitt af húsgögnunum. Mér var nú sagt það, ertu komin enn, þú er nú bara eins og einn af stólunum hérna. Af því að ég var að koma og fara í öldungadeildinni, bara garni mínu og svo var breytt kerfi. Og þá vantaði þeim, við hjálpum alltaf við í öldungadeildinni að innrita öldungadeildanemendur. Og þá komu þær til að þeim vantaði einhver til að æfa sig í að breyta á milli kerfa. Og ég bað þær að taka mig að því ég nennti ekki að vera lengur í stærðfræði. Og þá komu þær upp þegar við búnar og sagði, heyrðu, þú ert löngu búið með stúdentspróf, nú útskrifast þú. Og ég þráaðist við fram á síðasta dag, en ég útskrifaðist 57 ára gömul, 2002, af 2 brautum, félagsfræðibraut og uppeldisbraut. Í dag eru námskeið, það eru 50 námskeið í boði og svo á morgun þá er svona skemmtidagskrá á sal. Byrjum á því að þau koma og sína okkur dans frá Dirty Dancing og síðan er hún Elva Dögg með uppistand og svo er stuttmynd frá þemadögunum og boðið upp á skúfuköku og mjólk. Dásamlegt alveg. Hvað segja svona samnemendur þínir? Var eitthvað sem þau ætluðu sér að sækja frekar heldur en eitthvað annað? Já, ég meina vinir mínir voru aðalega að pæla í matarnámskeiðunum. Það er aðalega það, síðan erum við með sokkaboltaðan í B88-húsi. Við erum eiginlega flestir þar, komum þar eftir hátíð. Þetta er flott sko. Og ég heyrði að því að þið ætla að reyna að faðma skólan, haldið að það takist á morgun? Já, við vonum að það takist á morgun, við krossum fingur, já, við getum allt sem við ætlum okkur hérna sko. Förum á jákvæðinni og bjartsýninni og það er bara svo skemmtilegt. Flotti krakkar hérna og þannig að mikla trú á þeim. Þetta er gott? Já, þetta er rosalega. Það hefur verið mikið fjör í eldhúsinu hjá menjuveitingum á Ásbrú á undanförnum vikum, en þar hafa verið eldar að meðaltali 1200 máltíðir á sólarhring fyrir hermenn frá Skandinavíu. Nú er nýlokið loftrýmisgæslu NATO sem og samnorræna þjálfunarverkefninu Iceland Air Meet 2014 sem staðið hefur yfir á öryggissvæðinu við Keflavíkurflugvöll frá því í byrjun febrúar. Norski herinn sá loftrýmisgæsluna en sænski og finnski herinn tóku þátt í þjálfunarverkefninu. Samtals voru þessir 3 herir með á 400 manns í Reykjanesbæ allan mánuðinn.
Mikið af búnaði var flutt til Keflavíkurflugvallar vegna verkefnanna. Meðal annars tóku 18 þotur og flugvélar þátt í verkefnunum, auk þess sem 2 þyrlur voru fluttar hingað frá Finnlandi. Starfsmenn Landhelgisgæslunnar í stjórnstöðinni í Keflavík störfuðu við hlið fulltrúa Norðurlandaþjóðanna og voru í nánu samstarfi við Isavia. Einnig komu aðrir starfsmenn Landhelgisgæslunnar, utanríkisráðuneytisins, Isavia, tollgæslunnar, lögreglunnar á Suðurnesjum og fjöldi verktaka að verkefninu með ýmsum hætti. Loftrýmisgæslan hefur verið reglulega undanfarin ár. Hún að skila miklum viðskiptum inn í samfélagið á Suðurnesjum. Verkefnið, sem nú nýlokið, var einnig stærra í sniðum með þátttöku Norðmanna, Svía og Finna. Þannig var nær öll hótelgisting uppöntuð allan febrúarmánuð, auk þess sem herirnir 3 voru með fjölda bílaleigubíla á leigu. Allur þessi fjöldi frá Skandinavíu nýtti sér ýmsa þjónustu á svæðinu. Veitingaþjónustan Menu á Ásbrú í Reykjanesbæ eitt þeirra fyrirtækja sem þjónustaði herina hér á Ásbrú í febrúar. Þar fjölgar starfsfólki umtalsverð þegar svona stór verkefni koma inn á borð og elda þarf 1200 máltíðir á sólarhring. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti í eldhúsið hjá Menu og ræddi við Ásbjörn Pálsson veitingamann sem hefur haft í nógu að snúast síðustu vikurnar. Æ, Ásbjörn, ekki heilmikið mál að gefa öllum þessum útlendingum að borða? Það heilmikið vesen í kringum þetta. Þetta eru í kringum 1000 máltíðir sem við erum að smella á dag og á. Þetta eru morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, nætursnarl og svo náttúrulega svona bakkamatur fyrir vinnustæðina þeirra líka. Þannig að þetta er hellingsvinna og margir tímar sem fara á hverjum sólarhring í þetta. Það ekkert langt síðan að þessi loftrýmisgæsla byrjaði. Hvað getur þú sagt okkur að þetta hafa verið, núna voru Norðurlandaþjóðir hjá okkur en það hafa fleiri þjóðir verið hérna hjá okkur? Jú, við erum búin að vera að afgreiða örugglega einhverjum 7-8 þjóðir í gegnum tíðina. Við erum búin að standa í þessu með varnarmálastofnunum sínum tíma, núna Landhelgisgæslunni síðan 2008 og núna í fyrra þá vorum við með Kanadamenn og í haust voru Ítalir hérna og núna eru Skandinavar búin að vera hérna hjá okkur, Svíar, Finnar og Norðmenn. Þeir eru nú að fara núna þessa dagana heim aftur. Svo fáum við núna í vor, þá koma Bandaríkjamenn hérna og verða hérna í einhverja vikur. Hvað þýðingu hefur þetta svona fyrir rekstur svona fyrirtækis eins og ykkar? Já, þetta hefur gríðarlega þýðingu fyrir okkur. Þetta er mjög gott búst inn í okkar rekstur og það er gott að vita af því að hérna, það er allavega eitthvað í gangi hérna á Suðurnesjunum og við fáum einhvern skerða því. Er einhverja séróskir svona hjá þessum hópum? Það hafa allir sínar svona séróskir. Það er svona mismunandi eftir þessum flugherrum sem eru að koma hérna, hvað kröfur eru, hvað þeir setja fram, grammafjölda per mann og sumir vilja á einhvern úr og sólflóttan salatbar, aðrir vilja ávexti alltaf og sumir vilja gos og sumir ekki. Þetta er svona bara, maður spila það bara með hverju þjóð fyrir sig. Gengur það vel? Já, mjög vel og þeir eru rosalega ánægðir með það hvað Íslendingar eru svona jákvæðir á það. Ef þeir biðjum eitthvað þá reddum við og gerum það. Það er bara svona þessi íslenski karakter. Sveigjanleikinn alveg bara, alla leið. Og það sem þið eru nú hérna í húsnæði eins af, þetta var nú eitt besti restaurantinn hérna hjá varnarliðin á sínum tíma, eða þessi yfirmannaklúbburinn. Hvernig er sú tilfinning? Það er svona mjög skemmtileg tilfinning og þetta er gaman að geta þá sagt þeim frá því líka í leiðinni þegar við leiðum þá gegnum klúbbinn og sýnum hérna húsnæði, gamla offiseraklúbbinn og þetta er mjög skemmtilegt húsnæði. Mikið völundarhús og stórt. Og hvernig hefur verið að vera með rekstur hérna á svæðinu? Nú voruð þið niðri í hverfi í Reykjanesbæ og nú voruð þið komin hérna upp á gamla völlina á Ásbrú? Já, við vorum mjög skeptískir í byrjun og fólk svona sagði hvað er að fara upp yfir þetta er allt of mikið út úr. En þetta hefur ekkert gert annað en að styrkja fyrirtækið og reksturinn hjá okkur. Hann hefur búin að margfaldast núna á bara nokkrum árum í umfangi. Við sjáum bara ekkert áframhaldandi í tækifæri. Hver veit nema við endum að fara í flugmat á endanum, við veit það ekki. Þetta er bara opin bók. Nú eru Ameríkanar væntanlegir í maí til ykkar. Kemur til með að gefa þeim stórstekur hérna í gamla offiseraklúbbnum? Já, það verður alltaf hætti gömlu mannana og við höfum hann Reynir hérna, gamla klúbbstjóra með okkur. Og við förum alltaf í bókina hans þegar við erum að fá kannana inn og við erum að gefa hann corned beef og alls konar svona góða amerískar steikur. Engin spurning.